Þá koma öðrum lið á dagskrá, lausaganga katta, til máls tekur bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Síðan að ég byrjaði að starfa í pólitík fyrir alltaf 8 árum síðan, þá hafa það verið skipulagsmál, snjómokstur og lausaganga katta. Verið þau mál sem oftast hafa verið rædd við mig síðan þessi ferill hófst hjá mér hér í bæjarstjórn. Og það hefur ekki farið fram hjá neinu okkar að það hefur verið mikil umræða þessi mál, bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum, ekki síst núna síðastliðin 2 ár. Og oftast það vegna þess að kettir verða öðrum en eigendum sínum til ama á einhvern hátt. Og ef ég vísa í nokkur dæmi sem koma af netinu, lýsingar sem ekki óalgengar, að kettir sé að breima á næturnar, halda fyrir fólki í vöku, þeir sé að gera þarfir sínar þar sem þeim sýnist, einkum í sandkassa, blómabeð og matjurtagarða, rispa bíla, séu ofnæmisvaldar, farin í híbýli annarra en eigenda og valda stundum þar skemmdum, fara upp í barnavagna hjá sofandi börnum og valda sumum hræðslu og ótta og síðan ekki síst skaðvaldar fyrir fuglalíf. Og þetta bara beint tekið upp úr umræðum af netinu eða fréttaflutningi. En þó ég sé að þylja þessi atriði upp, að þá það ekki að ástæðulausu að mannfólk vill hafa ketti sem gæludýr. Og þeir geta verulega haft mjög jákvæð áhrif og dregið til dæmis úr einmanaleika, ýtt undir vináttu og væntumþykju og vellíðan. Og síðan eins og við öll vitum að þá draga kettir úr músa og rottufaröldrum. Þarna má því segja að séu 2 pólar og oft hörð umræða á milli þeirra sem vilja leyfa lausagöngu katta og þeirra sem vilja ekki heimila lausagöngu katta. Við sem hér sitjum erum þau sem mörkum reglur og samþykktir hvað þessi mál varða. Og því mikilvægt að við tökum umræðuna og mörkum stefnu sem flestir mega vel við una. Og eins og umræðan hefur verið, þá marka má á þeim að annarkvort séu samþykktir sem við erum með í dag ekki að duga til eða við séum ekki að ná að vinna nógu vel eftir þeim samþykktir sem við höfum sett. En í dag erum við með samþykkt kattahald í 17 liðum. Í henni kemur fram að á sumum stöðum sveitarfélagsins, það Hrísey og Grímsey, lausaganga katta bönnuð og meira að segja eignarhald bannað í Grímsey. Og það þá ekki síst gert í þeim tilgangi að vernda þar fuglalíf. Í samþykktunum tekið fram að skylda sé að skrá og fá leyfi fyrir dýrahaldi katta, en eins og við höfum rætt hér áður, þá vitum við að hér í bæ eru mun fleiri kettir heldur en nokkuð tíma hafa verið skráðir. Og samkvæmt nýjustu tölum hefur aðeins bæst skráningar en ekki í neinu samræmi samt ennþá við þann fjölda sem við teljum að hér sé. Þannig að skráningar gefa engan veginn rétt á þá mynd hversu verkefnið umfangsmikið. Ég hef eytt deginum í dag og í gær að skoða samþykktir annarra sveitarfélaga. Þær eiga flestar samhljóm að einhverju leyti en eru þó að einhverju leyti misjafnar. En eins og við vitum hér og margir vita að þá í Norðurþingi eða á Húsavík það lausaganga katta bönnuð. Þar þarf fólk að greiða leyfisgjöld en inn í þeim eru tryggingar sem sveitarfélagið sér að greiða. Þar eru viðurlög við því að kettir ganga lausir og þurfa þá eigendur að greiða fjárhæð og hækkar fjárhæðin eftir 3 skipti sem að sama kettin mun náð. Ég hef samt séð eftir að hafa lesið fundargerðir hjá þeim fyrir austan og lesið í fjölmiðlum að alveg eins og hér þá eru skiptar skoðanir samt sem áður á lausagöngu katta.
það líka misjafn fjöldi þeirra katta sem eiga að vera á heimili eftir sveitarfélögum. Hjá okkur er heimilt að vera með 3 ketti á heimili, en á Dalvík það til dæmis 2. Þannig að það spurning hvort að þarna sé atriði sem við ættum að ræða og hugsanlega endurskoða ef við teljum þörf á. Varðandi skráningu á köttum þá var sumir bent á það að það sé hindrun að aðilar þurfa að vera búin að tryggja það áður en að þeir geta sótt leyfi. Nú þekki ég ekki alveg sögu þess af hverju það í okkar samþykktum að fara sér fram á það, en það kannski einhverjir hér inni sem að þekkja þá sögu betur heldur en ég, en eins og áður sagði þá þetta öfugt farið á Húsavík, þá gjaldið fyrir þá borgar fólk leyfisgjald og inni því trygging innifalin. En ég gat ekki fljótu bragði séð, ég las nú ekki samþykktir hjá öllum sveitarfélögum en nokkrum, ég gat ekki séð annars staðar að þessi krafa væri inni. Í sumum sveitarfélögum eigendum gert skylt að koma í veg fyrir að kettir séu utandyra að næturlagi og það til dæmis þannig í Dalvíkurbyggð að þá mega kettir ekki vera utandyra frá klukkan 24 til klukkan 7 á morgnana. Þetta líka hugsanlega leið sem að við gætum farið hér hjá okkur. Í Fjallabyggð var nýverið samþykkt að eigendum katta beri skylda til þess að taka tillit til fuglalífs á varptíma frá 1. maí til 15. júlí og lausaganga katta bönnuð á þeim tíma. Ef svo við ræðum 10. grein í okkar samþykkt, sem mér reyndar sýndist í fljótu bragði að væri svipið og í öðrum sveitarfélögum, en það grein snýr að varúðar, aðgæslu og umgengnisskildum. Greinin hljóðar að hluta til svo, með leyfi forseta. Eigendur og umráðamenn katta skulu gæta þess vel að kettir þeirra valdi ekki hættu, óþægindum, óþrifnaði eða raski ró manna. Miðað við þá umræðu sem í gangi og þá ósótt sem uppi, þá þessari grein ekki fylgt eftir af öllum eigendum katta og hugsanlega hún óframkvæmanleg á meðan lausaganga katta leyfð. Því eigendur vita stundum ekkert hvar ketti sína að finna, hluta sólarhringsins og stundum lengur. Ég vil þó taka fram að ég nokkuð sannfærð að meiri hluti kattaeigenda séu ábyrgir aðilar og séu að sinna sínu hlutverki eins vel og hægt en eins og ég sagði áður að þá vita þeir samt að hluta til ekki hvar þeir eru staddir svo lengi sem að þeir leyfð lausaganga. Fyrir 2 árum síðan samþykktum við í bæjarstjórnarfélag umhverfis og mannvirkjasviða að komi tillögur að takmörkum lausagöngu katta. Það hafa ekki komið tillögur frá sviðinu nema að því leyti að í maí bókaði ráð að bæta ætti nýskráningu katta og var það talið að með þeirri forsendu væri kannski hægt að taka stærri ákvarðanir. Það að segja, við ætlum fyrst að sjá umfangi, hversu mikið það væri og á síðasta ári var skráningagjald fyrir ketti lækkað úr 8.700 niður í 2.500 til þess að reyna að fá fleiri til að skrá sína ketti. Samkvæmt nýjustu upplýsingum sem ég fekk sent frá formanni ráðsins, þá hefur það litlu sem engu breytt. Skráningar áfram innan við 20 ári. Við erum því hvergi nær umfang verkefnisins. Í skoðanakönnun Rannsóknarmiðstöðvar Háskólans á Akureyri lausagöngu katta árið 2018 kom fram að mikill meiri hluti bæjarbúa á Akureyri vilji banna lausagöngu katta í bænum. Alls voru 43% mjög sammála og 14,5% frekar sammála því að banna ætti lausagöngu katta. 28% voru ósammála og tæplega 15% svöruðu hvorki né. Eins þegar ég fór á stúfana í dag og aflaði mér upplýsingar hjá dýralækni varðandi það hvort að
það hefði skaðleg áhrif á ketti að banna lausagöngu þeirra, þá var það allan að samkvæmt samtali við héraðsdýralækni að hann taldi það ekki hafa skaðleg áhrif á lausagöngu katta svo lengi sem þeir væru aldir upp sem innikettir. En ég hef jafnframt heyrt að einhverjir aðrir dýralæknar eru ekki sömu skoðunar. Þannig að þarna eru líka tveir pólar hjá þeim sem að ég myndi halda að mest ætti að vita í þessum efnum. En ég hef þó sjálf ekki séð neina rannsóknir sem sýna fram á að takmörkun eða bann við lausagöngu katta hafi skaðleg áhrif á ketti. Þannig að það verður bara mjög áhugavert ef þið hafi séð rannsóknir þess efnis að við myndum þá fá það fram. Hvað sem því líður, þá er ég persónulega á því að við eigum að ganga skref í átt að því að koma til móts við vilja meirihluta bæjarbúa og sjá hvaða árangri við náum í þeim efnum og vilja því leggja fram eftirfarandi bókun. Bæjarstjórn samþykkir að endurskoða samþykktir kattahald í Akureyrarkaupstað með það að markmiði að sem flestir geti við unnað. Verður þá með nýjum tillögum lausaganga katta ekki heimil yfir varptíma fugla og að næturlagi. Þá verður settur umtalsvert meiri kraftur í að framfylgja þeim samþykktum, með sérstakri áherslu á ábyrgð eigenda, skráningarskyldu og fræðslu. En eins og við öll vitum þá er þetta eldheitt mál. Ég er því mjög spennt að heyra umræður hér á eftir, en mín skoðun er sú að við eigum að taka hér ákvarðanir í stefnu í þessum málum. Við eigum ekki að setja það í hendur þeirra sem á eftir okkur koma, því að það er oft erfitt þegar maður kemur nýr inn að ætla sér að taka svona mál á fyrstu árum, og við erum margbúin að ræða þetta hér og enginn hefur þórað að taka á skarið, þó ég með að takmarka meira heldur en við höfum gert, þó ég vita að vilji sé meiri hjá mörgum okkar. Við eigum þá bara því að þóra að taka slaginn og ég vona bara að flestir taki undir þessa bókun. En ef þetta dugar ekki til, þá er mín persónulega skoðun sú að takmarka eigi alfarið lausagöngu katta og setja þá sólarlagsákvæði á bann við lausagöngunni. En ég held að þetta væri gott skref átt að lausn sem að flestir vonandi séu sáttir við, en ég held að þetta sé mál sem við þurfum samt að fylgja vel eftir í framhaldinu. Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið mál sín, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú bara þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Ég hef nú sjálf staðið hérna og líka og vakið máls á þessu, vegna þess að ég held að sé einmitt ótrúlega mikilvægt að við tökumst á við kattamálið stóra, af því að einmitt eins og bæjarfulltrúi Eva sagði, það hefur ekki farið fram hjá neinum að það er alls konar ágreiningur í samfélaginu ketti. Og ég held að þetta er bara flókið mál, það eru ýmis góð rök fyrir því að kettir séu bara mikilvægur hluti af samfélagi okkar, en það eru líka alveg góð rök fyrir því að þeir séu mjög pirrandi. Þannig að og mér finnst það bara vera okkar hlutverk að reyna að búa til einhvers konar sátt, og ég bara fagna þessari tillögu þar sem að við tökum að okkur það hlutverk og það verkefni að gera meiri kröfur á kattaeigendur, að þeir sinni skráningum og þeir beri stífari ábyrgð á dýrunum sínum, og einmitt að bærinn líka taki meiri ábyrgð á því að fylgja eftir. Og ég vil til dæmis nefna bara að til dæmis bara það að fylgja því eftir að dýr séu skráð tryggð og það sé skilað inn vottorðum ormahreinsun á hverju ári. Það eru alls konar svona atriði sem að bærinn gæti bara fylgt miklu betur eftir til þess að ýta við kattaeigendum sína ábyrgð. Þannig að ég er bara ofboðslega sátt við þetta. Ég veit að það verður mjög erfitt fyrir marga ketti að vera inni yfir varptímann,
En ég held samt að þetta sé bara eitthvað sem að kattaeigendur verða að sætta sig við fyrst að málið er komið í þann farveg að það er svona mikið ósætti þessi dýr, að þá verða bara allir að leggja eitthvað að mörkum til þess að reyna að skapa sátt og mér finnst þessi tillaga bara ágætlega til þess fallin og styð hana. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil líka þakka bæjarfulltrúa Everhund fyrir góða framsögu og yfirgripsmikla umfjöllun málið og ég tek undir með henni að við þurfum að stíga skref til að takmarka lausagöngu katta. Hún nefndi fjölmörg rök, svo sem öryggi fugla á varptíma og að kettir gera þarfir sínar í blómabeðum og þeir hafa háfað þeim nætur. Og þetta er fyllilega raunhæft að takmarka lausagönguna eins og var líka rakið, bæði innan okkar sveitarfélags í tilteknum hverfum eru nú þegar takmarkanir í gildi og fleiri sveitarfélög voru nefnd. Ég vil líka benda á að takmörkun á lausagöngu katta er ekki bann við útiveru þeirra. Því að sumt fólk fer í gönguferð með kött í bandi og það er líka hægt að hafa kött út á lóð hjá sér og í bandi. Þannig að ég styð þá bókun sem að bæjarfulltrúi Eva leggur hérna fram. Takk. Það er bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég vil líka byrja á því að taka undir þakklæti til Evu fyrir að koma með þetta mál á dagskrá. Kannski best að taka það fram í byrjun að ég er kattaeigandi á 2 inniketti sem að ég get ekki séð annað heldur en að séu bara ákaflega sáttir við sitt hlutskipti sem innikettir. Og ástæðan fyrir því að ég vil hafa þá inniketti er einfaldlega svo að ég bara get ekki séð að ég uppfylli skyldur mínar samkvæmt aðbúnaðarreglugerð gæludýra ef að ég hleypi þeim út og veit ekki hvar þeir eru. Auðvitað er það ekki hlutverk bæjarins að vera eftirlitsaðili varðandi aðbúnað gæludýra, það er náttúrulega margt sem er eftirlitsaðili með þeim reglugerðum. Og það er kannski ekki stóra máli í þessu. Stóra máli er kannski líka að kettir náttúrulega hafa gríðarleg áhrif á lífríkið í kringum okkur og þó að Náttúrufræðistofnun Íslands sé ekki með þá að lista yfir innfluttar ágengar tegundir, þá er það víða erlendis að samtök og stofnanir sem að halda utan slíkt eru með húsköttin á lista yfir bara oft 100 verstu ágengu innfluttu tegundir sem að eru í rauninni bara við komum með köttin inn í lífríkið þar sem við erum. Og það finnst mér kannski stærstu rökin. Þú spurðir hvort að einhver viss rannsóknir á því hvort að kettir hefðu slæmt að því að vera inni. Ég veit ekki rannsóknir á því, en kannski besti mælikvarðinn á það sem við höfum, það eru hvaða ákvæði eru í reglugerðum aðbúnað gæludýra. Og bara svona dæmi þá eru ákvæði útivist hunda og nú er lausaganga hunda bönnuð. En þar er allavega tekið fram að það sé skylt að tryggja hundum útivist sem er alltaf bara merkjum það að það er eitthvað sem þeir þurfa að fá. Það er ekki ákvæðum það varðandi ketti og annað hef ég svo sem ekki. Varðandi skráningamálin, mér langaði þess að koma inn á það. Ég held að það sé kannski væri stórt skref að einfalda aðeins skráningaferlið hjá okkur. Og það er svolítið mál að skrá kött Þannig að ég held að sé kannski ekki endilega alltaf skráningargjaldi þó að hafi verið lækkað og kannski sýndi sig að það skipti ekki máli. En það er svolítið ferlið og þetta koma með ákveðin gögn inn og leggja þau fram og viljum við kannski ekki bara ná utan kettina til þess að byrja með. Vil bara ítreka það að eins og Andri sagði, eða bæjarfulltrúi Andri, að þetta er ekki verið að banna útivist katta. Þeir mega áfram fara út, þá bara undir eftirliti á þessum tímum. Það er heldur ekki verið að banna kattahald. Umræðan kannski fer stundum svolítið í það. Það er einfaldlega verið að óska eftir því að ábyrgð kattaeiganda á sínum dýrum sé í meira samræmi við þá ábyrgð eða kröfu ábyrgð sem er gerð á eigendur annarra dýra.
og ég get svo sem tekið undir það líka. Ég væri tilbúin til þess að ganga lengra, en mér finnst ég tilbúin líka til þess að skrifa undir þessa bókun sem Eva leggur fram og held að það sé eins og staðan í dag í þessu máli ágætis fyrsta skref. Takk. Það var bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil líkt og aðrir þakka bæjarfulltrúa Evu fyrir að taka máli hérna á dagskrá til umræðu og teka eiginlega bara heils hugar undir vel flest sem að hún kom fram með. Þetta er ekki alveg einfalt mál og það eru ansi mörg sjónarhorn á því og það er kannski, og ég mun taka undir þá bókun sem hún leggur hérna fram og til að með því séum við að sýna ákveðna ábyrgð og nálgast það skref að skapa samfélag þar sem flestir geti búið í sátt og samlyndi. Það er búið að mjög fróðleg umræða og svona að reyna að kynna sér þessi mál að sko annars vegar er það hversu mikla breytingar eru á því hversu mikið fólk sækir í að eiga gæludýr eitt og sér, burtséð frá sko því hvort þau eru úti eða ekki. Og það hefur verið að gæludýrahald sem hefur verið að festa sig í sessi sem bara hluti af samfélagi manna í gegnum árin, áratugin og árhundruðin sem er náttúrulega breyting og við sjáum núna eftir COVID-19 skalla og þá verið sjaldan eða aldrei verið meiri eftirspurn eftir hvolpum og kettlingum og fólk virðist leita í auknum mæli eftir félagsskap dýra. Það er mjög sérkennilegt að horfa til þess á Akureyri að það séu 153 kettir skráðir hins vegar. Því að sko ef við skoðum tölfræðina frá nágrannalöndunum okkar, ég held að séu 530 hundar skráðir á Akureyri en 153 kettir. En í nágrannalöndunum þá má ætla að hundar séu á 15% heimila og kisur á 20-30% þeirra. Þannig að þessar tölur að minnstakosti hjá okkur í skráningum er ekki í neinu samræmi við veruleikann. Ég myndi gjarnan vilja sjá að við myndum finna leiðir þar sem að menn og dýr geti lifað í sátt og samlyndi á Akureyri, en það er ekki staðan í dag. Það er eitt sveitafélag sem komið fram sem að bannar alfarið lausagöngu eða ekki sveitafélagið, þetta bannar lausaganga í þéttbýlinu á Húsavík, ekki í Norðurþingi öllu. Það eru einmitt skiptar skoðanir og fólk getur orðið mjög heitt yfir málinu og svo gengur svona brösulega að fylgja því eftir. En eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi að þá eru kisur oft öðrum en eigendum sínum til talsverðs ama og þá fer maður að hugsa frelsi einstaklingsins þá til þess að eiga kisu og frelsi nágrannans til þess að eiga ekki kisu og hafa ekki kisu í sínu umhverfi. En í sveitafélaginu Árborg var lausagöngu katta það var lagt blátt bann við það, eins og í kjölfar ályktunar Dýralæknafélags Íslands að banni væri óboðlegt, þá var það dregið tilbaka. Ég ræddi í dag við dýralækni á dýraspítalunum í Lögmannshlíð og hún sagði að það væri hennar faglega mat að það stangaðist alfarið á við dýravelferð að banna kisum að vera úti. En eins og við heyrum þá var rætt við héraðsdýralækni líka sem að hefur þveröfuga sögu að segja og ég hef ekki rekist á rannsóknir sem að sýna með óyggjandi hætti eitt umfram annað. En það sem mér finnst líka að því að eins og bæjarfulltrúi Eva kom inn á þá er okkar samþykktir setta fram í 17 liðum sem eru tölsvert ítarleg og ítarlegri en margar samþykktir sveitafélaga. En það sem að vekur athygli mín eftir samtalið mitt við starfsmann bæjarins er að minnstakosti á síðustu 4 árum, líklega lengur, þá hefur aldrei nokkur kisa verið fönguð að flutt í dýrageymslu. Það er engin kisueigandi verið ámyntur vegna brots á samþykktum eða sviptur leyfi. Þannig að það sem að situr svolítið er til hvers að setja reglur sem við ætlum ekki að framfylgja, hvort sem að það er með takmörkunum eða algjöru bláu banni. Þannig að það væri fróðlegt að setja meiri kraft í að framfylgja samþykktunum og eins og bæjarfulltrúi Eva nefndi að herða á þeim sérstaklega yfir varptíman og að næturlagi og sjá hvort og hvernig við gætum nálgast það að sem allra flestir og þá líka
kísurnar lifi í sátt og samlyndi. En það þyrfti þá að fylgja líka meiri kraftur í að við framfylgjum þessum samþykktum með sérstaka áherslu á ábyrgð eiganda og skráningaskyldu og fræðslu hvers vegna við erum að þessu. Það er að segja skráningunni, ormahreinsuninni, örmerkingunni og svo framvegis. Ég er ekki viss að þurfa að fara og fanga margar kísur þangað til að mun fleiri myndu skrá þær. En ég bara styð þá bókun sem fram kemur hérna í dag og lít svo á að við séum að stíga skref í átt að einhvers konar lausn eða minnstakosti, og ég reyndar, ég ætla kannski ekki að segja lausn. Ég held að verði aldrei sátt þetta mál, alveg sama hvað við gerum. En við getum leitast til þess að takast á við það með ábyrgum hætti og leggja okkur fram við að taka tillit til sem allra flestra eins og við reynum að gera almennt í bæjarfélaginu. Þannig að ég bara fagna þessari umræðu og tek undir bókunina. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir í loki máls sín. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara taka undir með aðri sem hér hafa komið upp og þakka bæjarfulltrúa Evu Hrund fyrir að vekja máls á þessu máli. Það er alveg rétt að það er búið að ræða þetta margoft í umhverfis- og mannvirkjaráði og meðal annars meðan ég satt þar og mér komst aldrei að niðurstöðu. Ég velti því hins vegar fyrir mér í öllu þessu máli af því að við erum með ketti sem er í raun og veru. Það er erfitt að hemja ketti, ég bara veit það og ég velti því fyrir mig hvort að þessi tillaga dugi. Það getur vel verið að það sé skynsamlegt að byrja rólega en ég haldi að vera bara eðlilegast að ganga alla leið og banna lausagöngu katta og hafa bara regluna mjög einfalda. Það hefði ég haldið. En ef að þetta er einhvers konar málamiðlun til þess að láta reyna á og það byggir þá á því að þetta sé færð þarna ábyrgð yfir á eigendur katta, þá getum við látið reyna á það. En við þurfum þá líka að stíga ákveðin skref í þá átt að vakta það að fólk sé að framfylgja þessum reglum. Við erum ofta að samþykkja hérna eitthvað sem við erum ekki í raun tilbúin til að framfylgja. Og það er kannski það sem ég vildi vekja þess athygli. En ég get svo sem alveg samþykkt þetta en ég hefði viljað ganga lengra. Það er alveg á hreinu. Því ég held að það sé miklu gáfulegra að hafa bara hreint borð í þessu. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er kannski að bera í bakkafullan lækina að fara að þakka Evu enn og það er allir búin að þakka Evu bæjarfulltrúi Evu fyrir að taka þetta mál á dagskrá en einhvað sér skemmt til þess að hugsa að þetta mál hefur ekki verið rætt hér í 10 ár í bæjarstjórn og þarna skal ég segja nema undir sérstöku máli. Það hefur kannski komið ofti í umræðuna eins og bæjarfulltrúi Gunnar nefndi að þá hefur þetta verið oft verið rætt einhvers staðar í framkvæmda og umhverfis- og mannvirkjaráði og víða en þetta hefur aldrei verið formlegt mál þar að segja umræðum kattahald og samþykktir kattahald voru í rauninni samþykktar 2011 í marsbyrjun. Á þeim tíma greiddi ég atkvæði með þessum samþykktum. Núna hefur maður fullorðnast og þarna skal ég segja búin að kannski býra aðeins meiri reynslu og mér sýnist á öllu að þessar reglur ekki að vera eiginlega oflóknar. Ég fór að velta fyrir mig hvernig það væri að vera kattaeigandi og alltaf setjast niður og skrá köttinn sinn og fara svo yfir þessar 17 greinar í reglunum það hvernig ég á að standa að þessu öllu saman og ég veit það að ef ég ætti kött sem ég myndi nú aldrei geta auðvitað mér eiga en ef svo líklega vildi til þá myndi ég koma á stað þeirri niðurstöðu að það væri bara best að sleppa því að vera að standa í þessari skráningu. Ég myndi ekkert græða á því og þetta væri allt of flókið. Á sínu tíma var þetta líka bara dálítið dýrt. 2011 þetta var samþykkt á mann minni með að skráningargjaldi hefði verið 10.000 krónur og eftirlitsgjaldi 6.000. Nú erum við komið skráningargjaldi í 2.500 og eftirlitsgjaldi í 2.500. Ég man ekki af hverju að þessari gjaldskrá var breytt, sennilega hefur verið gerð athugasemd við að þetta ætti bara að standa undir kostnaði sem af þessu litist og þess vegna hefur þetta gjald verið lækkað en ég get ímyndað með það að 2.500 krónur á skráningargjald og það sinnum 150 eitthvað ketti að það gefur ekki mikið í kassan og það akkurat
leiðir til þess að það verður ekki svo einfalt að fylgja þessum reglum eftir. Það er að segja, og það er bara þannig að eins og bæjarfulltrúi Hilda bendi á það, eða ekki bæjarfulltrúi Hilda, sem bendi á það að það hefði ekki verið handsama einn köttur hér á síðustu árum og það hefði ekkert verið vegna þess einfallega vegna þess að það er dýrt að halda úti eftirliti þegar ekki eru fleiri að greiða. Þess vegna ég pínlítið á þeirri skoðun að það væri einfaldast að gera eins og bæjarfulltrúi Gunnar bendi á að bara banna lausagöngu katta alfarið. Það myndi gera eftirlitið allt auðveldara. Þegar við erum að tala í dag að setja einhverja reglur þar sem á að banna lausagöngu katta yfir varptíman og þegar á bannað á næturnar og svo framvegis, hvernig eigum við að fylgja því eftir? Hvað í rauninni, hvað ef að kötturinn finnst korter í 7 eða korter yfir 12 ef á að banna milli 12 og 7? Þetta er svona dæmi það hversu erfitt það getur verið að fylgja eftir þegar reglurnar eru flóknar. Og það kostar líka peninga. Þannig að einfaldast held ég nú að væri að ef að menn væru að hugsa það að hvernig þetta ætti að vera, þá held ég að einfaldast væri bara að banna lausagöngu katta alfarið vegna þess að þá væri hægt að hafa eftirlitið og þá væri hægt að segja bara kettir sem eru í lausagöngu, þeir eru ólöglegir og það væri þá að handsama þá og krefja þá eigendur greiðslu vegna þess að það eins og hefur komið fram hér í máli bæjarfulltrúa og þá eru menn ekki að tala að banna kattahald, hins vegar að vera að banna lausagöngu katta. Þannig að ég svona pínlítið á því að það væri skynsamlegast að ganga bara alla leið og banna lausagöngu katta. Ég hef kannski gert svona, sagði það í spjalli og ykkur bæjarfulltrúa í dag að eins og menn vita þá er þetta síðasta kjörtímabil mitt hér í bæjarstjórn og ég hef hyggst flytja búferlum næsta sumar akkurat í það sveitarfélag sem banna lausagöngu katta, þannig að ég sagði kannski var ég vanhæfur í þessar umræðu að það væri ekki það vegna þess að það má væntanlega búast við því eins og alltaf að svona hlýtur náttúrulega að þurfa að hafa eitthvað sólarlag og þetta tæki þá gildi fyrir einhvern tímann seinna heldur en akkurat með næstu áramót en ég samt held það eftir að hafa verið í bæjarstjórn í þessu 12 ár tæplega þó svo ég hefði samþykkt á sínum tíma þessar reglur sem að voru settar að þá var ég svona fann að hallast að því að skynsamlegast væri bara að banna lausagöngu katta. Takk. Það er bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson loki málsins, næst máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, kæru gestir. Ég ætla nú ekki að lengja þetta mikið, ég hef fræðist mikið í dag ketti, mér er ekki vænt ketti, ég hef gaman að þeim. En ég er svo algjörlega sammála bæjarfulltrúa Guðmundi og bæjarfulltrúa Gunna að við eigum að ganga alla leið í þessu. Ég sé ekki að sé hægt að vera með einhver svona takmarkir og við erum að búa til einhverja reglu sem er vonlaust að fylgja eftir og vera að fjölga þeim hjá okkur í bænum finnst mér bara glórulaust. Og bæjarfulltrúi Gunnfríður fræddi mér nú enn meira hérna áðan með ýmsum sögum sem ég hef ekki heyrt. Þannig að ég vil bara leggja til að við bönnum lausagöngu katta því að það er ekki verið að ganga á rétt eins þar. Fólki sem heldur ketti má hafa það áfram, það má vera með það úti, fara með það göngutúr, má hafa það í garðinu sínu lausa í bandi. Það er ekki verið að banna neinu neitt, en það er verið að koma í veg fyrir þessi kettir amist á upp á hina sem eru pirraðir yfir þessu og eins þessa fugla sem hafa engan málsvara hér inni. Þannig að ég legg til og kem bara með á tillögu að við bönnum lausagöngu katta hér á Akureyri frá og með 1. janúar 2023. Takk. Það er bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson loki málsins og orðið er laust. Næst máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil bara leggja fram allavega þá skoðun að ég mun ekki samþykkja það og greiða atkvæði gegn því og hvet bæjarfulltrúa til þess að huga vel að því að ef þau hyggjast banna lausagöngu katta að þá verði horft til sólarlags ákvæðis eins og bæjarfulltrúa Eva nefndi hérna áðan. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir loki málsins, næst máls bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil bara ítreka það sem ég sagði áðan að ég í sjálfu sér sammála bæjarfulltrúa Gunnari, bæjarfulltrúa Guðmundi og þá núna bæjarfulltrúa Hlín að ég held að þetta sé einfaldasta lausnin og þó að ég hafi sagt hérna áðan að ég væri tilbúin til þess að skrifa undir þessa bókun sem einhvers konar málamiðlunartillögu, þá held ég sé best að ég segi það bara líka að fyrst að það er komin önnur tillögu að þá mun ég greiða henni atkvæði. Bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir loki máli sínu, orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta hafa verið mjög líflegar umræður hér í dag og ég bara man ekki síðast hvernig svona margir tók til máls undir máli. En já, nú er vandi settur því ég held að meiri hluti hér sé þá inni að ganga lengra heldur en mín tillaga, upphaflega sem var svona málamiðlunar tillaga, segir til en ég sagði á, ég er persónulega tilbúin að ganga lengra en ég er ekki tilbúin að gera það bara frá næstu áramótum að banna lausagangu katta, en ef að 2023, já þar næstu, ég held það sé of skammi tími, ég held að þurfa að vera aðeins lengra sólarlags ákvæði á því heldur en 1 ár. Þannig að mér langar bara að spyrja, 3 ár væri held ég miklu betri tími, þá eru þau sem eiga kett í dag að þjálfa þau upp í að vera inni líka. Ég spurði héraðslækni í dag hvort hann væri með skoðun á hversu langur tíma, hann sagðist ekki geta metið það en þannig að ég held allan að áður en við förum að segja að það sé 1 ár að þá ættum við að kannski afla okkur aðeins frekari upplýsinga það ef einhver getur metið það allavega. En ef að bæjarfulltrúi Hlynur er til að lengja þennan tíma aðeins þá er ég tilbúin að taka undir það bókun en ég er samt af því að annað sem stóð í minni bókun eigum við líka að gera. Ég held að það sé ekki bara nóg, ég held við eigum að setja meiri kraft í að framfylgja samþykktunum og leggja þessa áherslu á ábyrgð eiganda og skráningarskylduna og fræðsluna. Þannig að það er spurning hvort ég komi bara með aðra tillögu bæjarfulltrúi Hlynur. Bæjarstjórn samþykkir að endurskoða samþykktur kattahald Akureyrar kaupstað. Verður þá með nýjum tillögum lausaganga katta ekki heimil en verður þó sett ákveðið sólarlags ákvæði þar Þá verður settur umtalsvert meiri kraftur í að fylgja þeim samþykktum með sérstakri áherslu á ábyrgð eigenda, skráningarskyldu og fræðslu. Dregur hina tilbaka það? Það er bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir loki máli sínu og orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég lýst miklu betur á þessa tillögu en ég hefði haldið þá ef að menn telja að 3 ár séu tömulegu tími að það sé þá sett inn í tillöguna bara 3 ár. Og við setjum markið og ef að næsta bæjarstjórn vill breyta þessu bara gerum við það en það er þá allavega búið að setja þetta mark. Ég held að það sé eðlilegt að við gerum það frekar en að hafa þetta alveg opið. Þannig ég legg til að við bætum í tillöguna bæjarfulltrúi Eva 3 ár og þá setja bara einhver ákveðin áramót þarna að frá og með gildi þá bann við lausagöngu katta. Það er mín tillaga. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason loki máli sínu. Orðið er laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Þú mátt alveg að lesa þetta. Bara ef hún verður þá samþykkt, það er ekki víst. Við erum eftir að... Nei, ég má bóka. Já. En þú tekur það kannski fram að ef hún verður samþykkt. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Mér þykir mjög leitt að þetta
virðist vera niðurstaðan hér í dag. Ég hefði mjög frekar vilja leita lausna með það markmiði að sem flestir gætu vel við unnað og ég hefði viljað að við myndum stíga það skref að lausagangan er þá bara ekki heimiluð yfir varptímafugla og næturlagi og ég ætla að minnstakosti að láta vita að ég mun þá bóka undir því og að setja til vara fram þá tillögu að skipaður verði starfshópur sem að endurskoðar samþykktir kattahald í Akureyrar kaupstað með það að markmiða sem flestir geti vel við unnað og að við gefum okkur smá tíma til þess að útfæra það þannig að við getum náð sátt. Ef ekki að þá bara mun ég koma fram með bókun þar sem að ég hefði talið sér mikilvægt að leita lausna til þess að menn og dýr geti lifað í sátt og samlynd á Akureyri en svo staðan því miður ekki í dag. Slíkt væri best gert með því að framfylgja þeim samþykktum sem í gildi eru, auk þess að takmarka lausagöngu yfir varptíma fugla og á næturlagi. Eitthvað í þennan dúr mun ég senda á Kristínu. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér finnst bara pínleiti leiðilegt að vegna þess að við sem bæjarfélag höfum ekki haft það í okkur að sinna okkar skyldum og fylgja eftir þeim samþykktum sem við höfum, að þá séum við komin út í þessa stöðu. Mér finnst bara við ekki vera að gera það sem við eigum að vera að gera og að því að var rætt kostnað þá eru þetta ástæðan fyrir því að leyfisgjaldið var lækkað held ég örugglega sú að það var ekki hægt að sýna fram og að væri verið að nota peningana í þjónustu við þá sem greiddu það eins og okkur ber að gera lögum samkvæmt og það er alveg klárlega hægt að innheimta eðlilegt gjald af dýrahaldi sem að rennur þá til þess að standa undir kostnaði við eftirlit. Þannig að mér finnst þau rök eru algjörlega ógild í mínum huga að þetta sé spurningum kostnað. Og mér finnst bara leitt að við sem bæjarstjórn sem að ætlum ekki að gera okkar besta til þess að ná sátt þetta mál. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get tekið undir það sem bæjarfulltrúi Sóley var að segja og bæjarfulltrúi Hilda Jana. Mér finnst í raun og veru að við eigum að fylgja þeim samþykktum sem við höfum nú þegar. Ef ekki, að þá hefði ég viljað taka undir þá bókun sem var lagði hér fram fyrst að takmarka lausagönguna. Ég held við getum það og svo langar mér bara að höfða til þeirra sem eiga ketti að við þurfum bara kannski að vanda okkur betur og sinna dýrunum og taka tillit til fleiri en okkar. Þannig að takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Heimir Haraldsson lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, það verður nú að vera svolítið skemmtilegt. Við byrjum með hæverska bókun frá bæjarfulltrúa Evu svona hálfgerða málamiðja tillögu. Við erum núna komin fram með, skal ég segja ykkur, ansi svæsna tillögum að banna lausagöngu katta sem mér sýnist að meirihluti bæjarstjórnar sé nú á. Ég velti fyrir mér þegar menn tala að það sé gott að ná samstöðu og það sem allir geta verið sáttir að það hefur náttúrulega komið fram í skoðanakönnun meðal bæjarbúa, meirihluti bæjarbúa vill banna lausagöngu katta eða því sem næst. Þannig að ég held að við séum nú kannski með því að koma með þessa tillögu okkar núna að
kannski endurspegla þá vilja meirihlutans. Það vill oft vera þannig að þegar menn horfa bara í sína búblu þá telja það vera skoðun og meirihlutaskoðun en miðað við þær kannanir sem hafa verið gerðar þá gat ég ekki betur heyrt þessar tölur sem voru lesnar hér upp áðan að svo væri að það væri meirihluti sem að bæjarbúar sem að vildi banna lausagöngu katta. Þannig ég held að þessi tillaga sé ágætt til þess að koma til móts við þær óskir bæjarbúa. Ég held aftur á móti að getur mjög spennandi ef við erum að skilja þetta eftir hér okkur að koma með þessa tillögu og vísa því til að þetta taki gildi á árinu 2025. Þá held ég bara að verði tilbreyting í næstu bæjarstjórnarkosningum að menn koma til með að rífast kattahald og hvernig afstaða bæjarfulltrúa sé til kattahalds. Það verður nýbreytni frá því sem verið hefur vegna þess að hefur alltaf snúist á það hvort að þú vilt byggja íþróttamannvirki eða ekki. Nú fara menn alltaf að tala ketti. Þannig að þetta getur bara orðið besta mál fyrir þá sem að bjóða sig fram hér í komandi kosningum að viðra sínar skoðanir. Þessi bæjarstjórn sem situr hér við borði í dag, hún að komast að einhverju niðurstöðu sem að mér sýnist nú sem að bæjarfulltrúi Eva laði hér að leggja hér fram seinni tillaga sem að mér sýnist, við höfum að greiða atkvæði, en ef hún verður þá samþykkt þá hún að gefa þá sólarlag, það menn að hafa tíma til þess að aðlaga sig þessu kerfi. Bæjarfulltrúi Sóley kom inn á það að við hefðum átt að fylgja þessu eftir. Það alveg rétt að ég meina ef að menn hefur verið að standa sig þá gætu menn ná 30.000 krónum á handsömunargjaldinu, 3.500 krónur á daggjaldi þar eftir en ég veit ekki hvað í rauninni þetta er flókið vegna þess að þarna eru menn, við erum fyrsta lagi að það er skráning katta, það er verið eldast við óskráða ketti fyrst og fremst og ég meina það er til að mynda ef við erum bara með skýra reglur, við bönnum kattahald þá mun auðveldara að framfylgja það í mínum mati. Þannig að ég held því fram að reglurnar séu bara flóknar, þetta séu ekki auðvelt að framfylgja þessu og með því að banna lausagöngu katta þá séu bara mun einfaldara að takast á við það. En ég bendi enn og aftur á það að við erum að samþykkja hér eitthvað sem tekur gildi 2025 og komandi bæjarstjórn verður að takast á þetta mál og væntanlega verður þetta hitamál í komandi kosningum. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson, loki málsinn, næst tekur máls bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla nú ekki að setja mig upp á móti 2025, ég finnst það svolítið langt sko. En að því að Eva nefndi hann sjálf, bæjarfulltrúi Eva hér áðan að þessi blessaði dýralæknir, hann gat nú ekki sagt til hversu langa tíma dyrti til þess að aðlaga sig í þessu og ég hef enga trú að við komumst eitthvað nær því alveg saman við hverju við tölum sko. En ég ætla samt ekki að setja mig upp á móti, ég alveg kattavinur þó ég sé að leggja þetta til, ég held bara að þetta sé nauðsynlegt og við eigum ekki að hafa þannig að kattaeigendur geti borgað sig frá ábyrgðinni með því að hækka eitthvað gjöldin ef ég hafi misskilið svoleið. Þá ekki vera þannig að þeir geti borgað sig einhvern veginn frá því að hækka gjöldin og þá megi vera lausaganga. Við þurfum bara að hafa þetta þannig að kettinni séu bara heima á sér eins og hundar. Ertu að draga þína tillögu tilbaka? Ég ætla að draga mína tilbaka og gefa eftir í þessu. Þetta er ekkert stórt að gefa eftir sko. Ég vildi bara fá einhver að skýra sína á þetta í bæjarstjórn en ekki vera alltaf með eitthvað svona einhverja hálfbakaða köku. Takk. Það bæjarfulltrúi Hlynur Jóhannsson, loki málsinn, næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, á leiðinni hingað og þakka ég sjálfur mér fyrir að hann tíðan lagt fram tillögu að maður megi koma oftar en tvisvar í ræðistóli undir almennum málum. Þannig að vel gert Sóley. Ég vil bara segja að þegar ég bauð mig fram til þess að setja í bæjarstjórn, þá bauð ég mig ekki fram til þess að hafa allt sem einfaldast fyrir mig. Þá bauð ég mig fram til þess að hafa allt sem best fyrir samfélagið. Og það er þannig sem að mér finnst að við eigum að hafa samfélag. Við eigum að hafa það flókið og þá að vera undirbyggt af málamiðlunum. Og ég hef nú mikið talað íbúasamráð og ég hef nú verið svona tiltölulega skýr með það og vil nú kannski ítreka það að í mínum huga er íbúasamráð ekki það að gera skoðanakannanir og taka sér ákvarðanir út frá því sem að meirihlutin segir. Það er ágætis leið til þess
afleggja bæjarstjórn. Ef það er málið, það var hægt að stýra þessum bæ í gegnum skoðanakannanir, en það er ekki mín sýn. Þannig að mér finnst það að það hefur komið fram í einhverju Gallup-könnun að meirihluti bæjarbúa sé á einhverju skoðun þegar, er ekki einu sinni búið að velta upp einhverju málamiðlunartillögum í gegnum, eins og maður gerir einmitt ekki í gegnum skoðanakannanir. Það finnst mér bara það ekki verið rök í málinu og varðandi kostnaðinn bæjarfulltrúi Hlynur þá sagði ég að því að það var hér talað og bæjarfulltrúi Guðmundur talað það að það væri svo dýrt að standa undir þessu eftirliti og fylgja þessum reglum sem við höfum sett að þá sagði ég að það ætti að vera bara hægt að standa undir þeim kostnaði. Það með þess að atvinnuskapandi sem að ég er nú haldið að einhver myndi fagna að innheimta gjald, árgjöld og svona handsömunargjöld sem að gætu mjög öðrulega staðið undir þeim kostnaði sem að væri við að fylgja þessu. Mér finnst bara mjög leiðilegt ef að við erum komið þangað að við nennum þess ekki og það er bara einfaldast að hafa allt svart eða hvítt. Ég er ekki pólitík til þess. Mér langaði til þess að leysa þetta mál og vinna að því að búa til umgjörð sem að gæti reynt á það að ná sáttum í samfélaginu þetta mál. Þannig mér finnst mjög leitt ef að við komumst ekki þangað. Það er bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir lokið máli síðan ég ætla að biðja varaforstjóra að taka við stjórnina og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágæti bæjarfulltrúa, mér fannst nú bara nauðsynlegt að koma hérna þessu upp og það hefur nánast allir komið upp og tjáð afstöðu sína. Fyrir held ég næstu 10 árum eða eitthvað þá ræddu við lausagöngu katta í bæjarstjórn á 2011, akkurat, ég og Mundi bæjarfulltrúi Guðmundur við vorum þar. Og þá var ég að þeirra skoðunar að það ætti bara að banna lausagöngu katta. Ég hafði enga þolinmæði fyrir ókunni ketti kæmi inn til mínum innum gluggann og svo framvegis. Síðan hef ég náttúrulega bara þroskast og kynnst þessum dýrum betur og afstæði mín hefur einhver leyti breyst. Ég held samt að við ættum að fara og vera með strangar reglur og allavega framfylgja þeim reglur sem við erum með. Mér finnst, ég hefði greitt atkvæði með fyrstu tillögu bæjarfulltrúa Evu. Mér finnst þessi tillaga sem liggur núna fyrir fundinum aðeins svo langt gengið að mjög lítið ræddu máli innan okkar hóps. Það er að segja við erum að ræða þetta núna, gott og vel, en hvernig ætlum við að fara að þessu, hvernig ætlum við að framkvæma þetta og hvað er rétt að gera. Mér finnst við ekki að hafa gefið okkur alveg nógan góðan tíma, þó þetta hafi borið á góma hér innan bæjarstjórnar undir ýmsu málum, þá höfum við ekkert rætt þetta eitthvað til hlítar að mínum mati. Þannig ég hefði alveg viljað gefa okkur aðeins tíma, jafnvel að fresta afgreiðslunni einn fund eða svo, og bara athuga hvort þetta er yfir framkvæmanlegt, þetta sólarlag til 3 ára og svo framvegis. Við ættum að þrengja að lausagöngu katta, vissulega, og ég er sammála því, og jafnvel að banna það. Ég getur vel verið einhverju tímapunkti að finnst mér það rétta leiðin. En einhvern veginn að samþykkja þetta núna með eitthvað eins og svona skot í lofti 3 ár, ég einhvern veginn sé ekki að það sé leiðin. Við ættum að gefa okkur betri tíma, en ef þetta verður niðurstaðan, og gagnvart þessari tillögu sem liggur hér fyrir fundin, þá mun ég ekki greiða atkvæði með því. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi hérna aftur stjórn fundarins. Ég man ekki hvað var einhver búinn að biðja orðið. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, þessi umræðin að fara út á skrýtna stíga að mínu mati. Ég held að ekkert okkar sem er á því að banna lausagöngu katta sé á því að valta hérna yfir bæjarbúa með ykkur offorsi eða valdi. Þetta snýst bara ekkert það. Málið hins vegar þannig að við erum kosin hérna inn í bæjarstjórn meðal annars til að taka ákvarðanir og til að standa við það sem við höfum lagt fram í kosningum. Stundum bara nóg að gera einfalda skoðanakannanir til að sjá hvað íbúar vilja.
Og ég held að það ætla sér að fara að fresta þessu einu sinni enn með þeim rökum að við þurfum að taka samræðun og sátt, þá velti ég fyrir mér sátt hvað. Það er fullt af íbúum hérna sem eru mjög ósáttir við það að þurfa að þrífa upp saur eftir ketti úr görðunum sínum með reglubundum hætti. Og finnst þetta bara ekki eðlilegt. Það er fullt af íbúum sem kvart undan því að kettir sé að stinga sér inn í glugga hjá þeim á nóttunni, spora þar allt út og jafnvel að koma upp í hjónarúm og vekja þau og hrekkja þau þannig. Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem á ekkert endilega þurfa að búa við. Og það getur ekki verið vandamál. Það bara getur ekki verið vandamál með ketti að ala þá eins og hunda, að hafa þá inni eða í bandi eða í einhvers konar búri. Ég byggði búri kringum hundi minn til að geta haft hann úti frjálsan. Af hverju mátti ég ekki bara hafa hann lausan og leyfa honum bara að vappa hverfið eins og hverjum öðrum ketti? Ég fatt ekki þessu umræðu, bara fatt hann ekki. Kettir bíta, kettir klóra líka, þeir meiða, alveg eins og hundar geta gert. Þannig ég skil ekki munn hans. Og mínu mati, þá erum við búin að vera að ræða þetta. Við erum búin að vera að skoða þetta. Við erum búin að vera að velta málum fram og aftur. Nú er bara komin tillaga sem ég tel bara mjög skynsamlega. Fólk fær góðan tíma til að ala kettina sína þannig að þeir geti verið inni og haldið þeim í einhvers konar bandi. Og þetta er bara eitthvað sem við hljótum að geta sæst á. Það er svigrúm. En það hlýtur að vera komið að því að við tökum ákvörðun. Við getum ekki endalaust velt þessu áfram í enn eitt starfshópinn, í enn eina umræðina til að ná samstöðu. Samstöðu hvað? Við erum bara ósammála hérna og ég held að sé bara komin tími til þess að við bara kjósum þá þetta og niðurstaða verður þá bara niðurstaða. Og málið nær þá bara ekkert lengra. Takk. Það er bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski best ég byrja líka að þakka Sólu fyrir það. Ég má koma hérna oftar en tvisvar. En ég get tekið undir það sem bæjarfulltrúi Gunnar sagði með það. Í mínum huga er þetta ekki spurningum að vera að valta yfir einn eða neinn. Eins og ég sagði áðan þá er ég kattaeigandi, ég er náttúrulega meira það, ég er bara dýraeigandi yfir höfuð og ábyrgð mín sem slíks er gríðarlega mikil. Og það er komið inn á það í dýraverndarlögum, það er komið inn í það í aðbúnaðarreglugerðum fyrir þá hross eða gæludýr eða hvað það er, hvaða dýr það eru sem að ég á. Og ég sé bara ekki sem dýraeigandi hvernig ég á að geta uppfyllt þær skyldur ef að ég ætla bara að sleppa dýrinu mínu lausu upp á von og óvon að það komi heim einhvern tímann. Þetta er annar hlutinn, þannig að fyrir mér snýst þetta svolítið bara svona heilbrigða skynsemi og það bara við tökum ábyrgð á okkar dýrum. Það var mitt val að fá mig kött, alveg eins og það var mitt val að eignast hross eða hund. Og þá er það á mína ábyrgð líka að sinna þessum ketti og verka skítinn undan honum og gefa honum og allt þetta. Og það vill þannig til að ég á garð líka, þannig ég verka líka úr þeim garði skít eftir talsvert marga aðra ketti heldur en mína eigin. Og þegar ég fer og hengi þvottinn út á snúru þá þarf ég yfirleitt að horfa vel niður fyrir tærnar á mig svo ég stíg ekki í kattaskít. En það er ekki mínu kettir og ég hef engan áhuga á að taka ábyrgð á annarra manna dýrum. Síðan er hitt sem ég kom aðeins inn á þann að þó að kettir séu ekki skilgreindir hjá Náttúrufræðistofnun sem ágeng innflutt tegund, þá er þetta rándýr og þetta er líka spurning það. Erum við tilbúin til þess að láta þetta rándýr vera hluta af lífríkinu þetta?
hvort sem það í takmarkaðan tíma eða bara alltaf. Við eyðum talsverðum peningum og tíma í það að uppræta til dæmis lúpínu og kerfil sem að vísulega eru skilgrendar sem ágengar innfluttar tegundir þó að kötturinn sé það ekki, en ég nefndi það hérna áðan að hann er víða skilgrendur sem slíkur. Þannig við verðum líka að vera pínu til samkvæm sjálfum okkur. Þannig í mínum huga snýst þetta. Við verðum að vera samkvæm sjálfum okkur og þetta er bara í mínum huga heilbrigð skynsemi. Þú sem dýraeigandi, þú bara berð ábyrgð á þínu dýri. Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir lokið máli sinni. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórnarnar og gefa mér orðið aftur. Bæjarfulltrúi Halla Björg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, bara svona, svo ég sé skil, ég get tekið undir með bæjarfulltrúi Gunnfríði. Ég er algjörlega sammála, við erum ekki að valta yfir fólk og þetta er dýraeigendur og ég tel að þeir sem eiga kísur eigi að bera ábyrgð á þeim. Mér finnst bara kannski þessi tillega, þú veist, að það sé eitthvað svona skot út í loftið, að það sé 3 ára sólarlag, þú veist, og framkvæmdin og við ættum að undirbúa það betur, ef við ætlum að í raun að fara að banna þetta. Þannig að, þú veist, því leitum til, og eins og bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á, þú veist, þetta er ekki til þess að ég ná endanlegri sátt hjá öllum. Við náum ekki sátt málið. Það er bara að vanda þetta aðeins betur, í mínum huga. Bæjarfulltrúi Halla Björg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi inn aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði bara aðeins að bregðast við orðum bæjarfulltrúa Gunnfríðar hérna áðan varðandi það að það er val að eignast kísu og ábyrgð eiganda að sjá hana sem ég er alveg sammála. En það er líka val að fá sér kísu meðan við gildandi samþykktir og mjög margir sem hafa valið kísurnar sínar upp við að vera úti. Það mun vera breytt, nái þessi tillaga fram að ganga, þá er því breytt á líftíma kísunar. Með sólarlags ákvæði var ég að meina að minnstakosti fyrir minn smekk að allir nýir kettir frá einhverjum bara fæðingadegi þess vegna bara núna. Það yrði bannað útivist þar, en mér finnst það alveg hreint ótrúlegt að ætla að fara að breyta þessu fyrir þær kísur sem hafa lifað jafnvel til margra ára sem útikísur. En fyrir hönd mín og Sóleyjar og Heimis þá vil ég lesa þá bókun sem að mun fara meðan við hvernig umræðan er að þróast. Ég sendi Kristínu hana síðan. Við hörmum þá niðurstöðu bæjarstjórnar að banna alfarið frjálsa útivist hjá kísum. Bæjarfélagur hefur lítið sem ekkert gert til að framfylgja þeim samþykktum sem nú þegar eru í gildi, né látið á það reyna að breyta samþykktum í þá veru sem flestir geti vel við unað. Hægt hefði verið að stíga það skref að heimila ekki útivistina næturlagi og yfir varptíma fugla. Mikilvægara hefði verið að leita lausna fremur en að grípa til banns. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinni, orðið er laust. Það sem fleiri hafi ekki hvatt sér hljóðs. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Svo við komum að í upphæfi þá var ég í umræðinu lausagöngu katta árið 2011, það var mörg ár síðan, og bæjarfulltrúi Halla tók akkurat þátt í þeirri umræðu líka og hún var nú aðeins að benda á það hvort við værum eitthvað að setja puttanum í loftið og værum þarna ákveða einhver ár, 2 eða 3 ár, eitthvað, við svona kannski erum ekki alveg vissu það hvað er heppilegast og best í þessu. Og ég velti því fyrir mér sko hvort að við ættum að setja bókunum þannig að við séum kannski ekki beint að ákveða, við ættum bara að setja það að fela bæjarstjórn samþykki það að breyta samþyktur með það að markmiði að banna lausagöngu katta með þá í rauninni þannig að við höfum, þeir sem eru þá að fara að búa reglurnar geti búið þær til með að við það mögulega þurfti þetta kannski vera 4 ár eða 3 ár, ég veit ekki, eða 2 ár. Bara velti við mig hvort að 2025 sé akkurat nákvæmlega rétt í tíminn, gæti verið 2024, gæti verið 2026, bara spyr, ég veit það ekki. En ég hins vegar skal ég bara velti þetta upp hvort að það væri eitthvað sem við ættum mögulega veltaði fyrir okkur, en hins vegar þarna finnst mér þegar vera að tala að ná sátt og bæjarfulltrúi Sóley kom inn á það að við möttum ekki byggja skoðanakönnun, þá er ég líka bara
ekki að byggja beint á skoðanakönnun, ég er bara líka að byggja þessa skoðun mína sem ég er að varpa hér fram í dag á þeim hópi sem er í kringum mig. Og við erum svo rætt þetta í okkar hópi og það hefur verið í gegnum tíðina hjá mér, alveg síðustu 8 árið mjög það sem hefur verið sú stað uppi verið að menn finnst lausagöngukatta vera eitthvað sem ætti að banna og við höfum sem aldrei tekið þessu umræðu og aldrei þorað að taka hana, þannig að þess vegna erum við komin hér á þennan stað í dag og erum þá að tjá skoðanir okkar. Það við sem erum í bæjarstjórn sem eigum að koma með þær skoðanir sem við teljum vera réttar og þær breytingar sem við teljum vera réttar í samræmi við okkar sannfæringu og ég á því. En ég er svona aðeins veltið þessu fyrir mér, en ég mun hins vegar ekki gera tillögu minni, ekki minna sérstaklega tillögu, ég mun samþykkja tillögu ef eins og líkur út fyrir núna, en auðvitað má veltaði fyrir sér að þegar hún að leggja til að við verðum við breytingar á samþykktunum og mögulega gæti það orðið vegna að samþykktunum eiga að koma hérna til samþykktar inn í bæjarstjórn aftur klárlega til samþykktar og það getur vel verið í meðförum á þeim tíma að þetta ártal 2025 getur breyst. En við sjáum bara til við samþykkjum, ég samþykki tillöguna sem hún núna, en mögulega getur það í meðförum okkar, þar að segja þegar verður fara að samþykkja út regluna, ég vantilega verður það í höndum umhverfis- og mannvirkjaráðs að það var einhver að taka þetta til umræðu fyrst, breytingar á reglunum og síðan kemur það aftur inn til bæjarstjórnar, hér til samþykktar. Við erum búin að samþykkja það að verði gerðar þessar breytingar, að mögulega geti það breyst en það verður ekkert geilnelt 1. janúar 2025 en samþykktin svoleiðis í dag. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmund Baldvin Guðmundsson, lokimálsinn, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það nú eiginlega ekkert annað hægt heldur en að koma og taka þátt í þessari umræðu hérna. Það þannig að í mínum huga átti ég mjög auðvelt með að samþykkja upphaflegu bókun hérna bæjarfulltrúa Everhundar takmarkanir á lausagöngukatta. Það meiri efasemdir í mér að banna hana alfarið en mögulega, og ég skil alveg þessi sjónarmið, að mögulega sé það einfaldast og skýrast og allt þetta, en ég tek líka undir það að við leggja áherslu á eins og margir hafa nefnt, að af hverju ættum við eitthvað frekar að sinna eftirlitinu og öðru slíka þegar að bannið orðið almennt heldur en við erum að sinna eftirliti í dag. Ég ekkert alveg búin að sjá að það sé eitthvað samasemmerki þar á milli. Það eitt sveitarfélag sem hefur verið nefnt, sem hefur bannað alfarið lausagöngukatta. Jú, og mér heyrðist hér á máli að mér minnir bæjarfulltrúa Hildi Jönu að það hefur verið svona einhver misjafn árangur af því. Ég velti fyrir mér, hvers vegna þetta ekki bannað í fleiri sveitarfélögum? Hver hefur umræðan verið í öðrum sveitarfélögum, stærri sveitarfélögum? En það auðvitað kannski nákvæmlega þetta. Málið mjög viðkvæmt og það mun aldrei nást einhver sátt það. Ég held að það sé bara alveg ljóst. Og að við hér í bæjarstjórn tökum það ákvörðun og að ekki meira athuga máli. Ég tek undir það með forseta að ég hefði gjarnan vilja sjá eitthvað meira máli fyrst. En þetta auðvitað bara ákvörðun sem við stöndum frammi fyrir og verðum að taka. Takk. Það bæjarfulltrúi Lára Halldóra Eiríksdóttir, lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Eins og ég sagði áðan, þá það ekki endilega mitt álit að við eigum að setja dagsetningu í dag, því að eins og ég sagði áðan, þá gerir mér ekki alveg grein fyrir hversu langt tímabili á að vera, þannig ég tek undir með Guðmundi að ég hefði bara vilja að það yrði sólarlags ákveði og svo eigum við náttúrulega eftir að taka samþykktina tvisvar hérna fyrir. Það er eftir að fara inn gegnum ráðið hjá andra bæjarfulltrúa og síðan hjá okkur. Mínum mati ef að forseti bæjarstjórnar vill fresta málinu og taka það upp á næsta fundi þegar við erum búin að leita okkur upplýsinga, það mér líka meinalausu. Ég held að við sem erum búin að móta okkur ákvörðun séum með þá skoðun áfram þá en þá eru kannski komið upplýsingar
tímalengd og þess að það er, en ég held að það breyti kannski ekki miklu ef við setjum inn í bókuna það sem að bæjarfulltrúi Guðmundur lagði til, að það verði ekki ártalaðar inni, heldur bara sólarlagsákvæði. En það er spurning hvort að aðrir séu tilbúnir í það. Já, bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir lokið í máli sinu. Ég ætla að taka stutt fundarhlé. Þá göngum við aftur til dagskrár, til málstekur bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara koma inn og segja ykkur frá því að við viljum bæta við bókun okkar sem eru send, sem er svo hljóðandi að fyrst að grípa á til banns hefði verið eðlilegra að setja sólarlags ákvæði þannig að þær kísur sem nú þegar eru útikísur fá að vera það út sinn líftíma. Bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sinu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég hjó eftir því í máli bæjarfulltrúa Hildu Jónu áðan og hún talaði bann við útivist í tvígang, eins og reyndar í bókuninni kom bann við frjálsri útivist. Núna fannst mér hún aftur tala dálítið óljóst, en það er ætlun okkar allra að útivist katta verði áfram heimil gegn því að þeir séu í bandi eða eru almannafæri eða einhvern veginn tryggðir inn á lóðum í bandi eða innan veggja. Takk. Bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sinu. Orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs að bera upp tillögu sem bæjarfulltrúi Eva Hrund Einarsdóttir las hérna. Bæjarstjórn, ég held ég sé alveg örugglega með réttra, bæjarstjórn samþykkir endurskoða samþykktir kattahald á Akureyri-Kaupstað. Verður þá með nýjum tillögum lausaganga katta ekki heimil en sett svokallað sólarlagsákvæði inn sem er 3 ár. Lausaganga katta verður þá ekki heimil frá ársbyrjun 2025. Þá verður einnig settur umtalsvert meiri kraftur í að framfylgja þeim samþykktum með sérstakri áherslu á ábyrgð eigenda, skráningarskyldu og fræðslu. Þeir sem geta samþykkt þetta gefur merki. Það eru 7, þeir sem eru á móti, það eru 4. Takk fyrir það.